200. fundur bæjarstjórnar Fjallabyggðar settur. Það var smá töf á byrjun fundarins vegna tækniörðugleika. En til fundarins var boðað með löglegri útsendri dagskrá og allir aðalfulltrúar eru mættir. Við erum hér í Tjarnarborg í dag og við erum með 15 liða dagskrá. Fyrsti liður á dagskrá er fundagerð bæjarráðs, 689. fundur frá 23. mars síðastliðnum. Og ég gef orðið laust þá fundagerð. Einhver vill tjá sig þá fundagerð? Orðið laust. Já, Helgi, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, starfsmaður og gestir á Teams. Mig langar aðeins að nefna hérna lið 9 sem var erindi frá Hálistanum. Það hérna vonbrigði að meiri hlutinn hafi ekki vilja taka þetta aðeins áfram með okkur og að þarna var ekkert verið að leggja neitt annað til en að kanna málið og eins og stóð þarna í erindinu að þá kæmi þetta aldrei til nema með fjármagni frá hinu opinbera. Og að sjálfsögðu þegar þetta erindi sett fyrir að þá lá ekkert fyrir hvernig þessi yrði háttað ef að yrði. Það er að segja hvort að þetta yrði á vegum sveitarfélagsins eða einhverja einkaaðila eða hvað. Þarna hefði nú kannski alveg verið hægt að segja bara já við þessu og kanna málið og athuga hvort að það hefði leitt til einhvers. Og ef við spurjum ekki og könnum hlutina, þá vitum við og fáum við ekki að vita hvað hefði getað orðið. En þarna meiri hluti Sjálfstæðisflokks og Betri Fjallabyggðar á annarri línu en Hálistinu að reyna að skapa eitthvað hérna í sveitarfélaginu. Og því það vonbrigði að það hefði ekki verið hægt að taka undir þessa tillögu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Ítreka orðið laust. Ég vil líka benda þeim sem að fylgjast með í fjarfundi. Þetta fyrst sem við erum að senda beint út og dagskrá fundarins hægt að finna á heimasíðunni og allar þær fundagerðir sem eru hér teknar fyrir eru einnig á heimasíðunni undir fundagerðir. En já, orðið laust. Fleiri vilja tjá sig þessa fundagerð. Tómas, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, starfsmaður og þið sem heima sitjið. Það varðandi lið 9. Það ákveðin ómöguleiki að fara að beita sveitarfélaginu í einhverju svona fyrirspurnu þegar þetta komið inn í stjórnsýsluna. Þá held ég að það fylgir því ákveðin skuldbinding að ef sveitarfélagið farið að beita sér í því. En hins vegar var málið kannað og ég held að svona bara það sem við vitum að setja varðskip hér í höfnina, það ákveðin vandkvæðum bundið. Því að við vitum alveg hvernig skip geta látið hér í höfninni þegar úthafsaldan gengur hérna inn. Þannig að, já, ég bara... Takk fyrir þetta, Tómas. Elías, gjör svo vel. Forseti, kjörnir fulltrúar og
starfsmaður. Það er rétt að það komi fram vegna þess að sá sem hér talaði undan mér nefndi að þetta hefði lítilega verið kannað og ég átti samtöl við til að reyna að kanna svona hvað þetta gæti kostað og það að setja þetta upp þannig að þetta virkaði það festa skip eða ganga frá skipinu og þess að þetta kostar einhverjar 10, 20, 30 milljónir eftir hvernig það er gert. Það að reka safnið kostar 15 milljónir að lágmarki á ári. Þannig að í þessu, þetta var kannað og í þessu fylgir svolítið kostnaður. Hvort að það síðan sé hægt að fá þær fjárhæðir til langar framtíðar frá ríkinu, það veit ég ekkert en þetta var kannað. Takk. Takk fyrir þetta. Ég ítreka aftur að orðið er laust fyrir þá sem vilja tjá sig meira þessa fundagerð áður en við göngum til atkvæðagreiðslu. Ekki hafa fleiri tjá sig þessa fundagerð að svo stöddu, þá legg ég til að við göngum til atkvæðagreiðslu. Við greiðum sérstaklega atkvæði lið 3 sem er uppgjör frestunar og staðgreiðslu og þeir sem eru henni samþykki vinnslaskeiðmerki samþykkt samhliða með 7 atkvæðum og þá er að fundagerðin í heild sinni þeir sem eru henni samþykki vinnslaskeiðmerki samþykkt samhliða með 7 atkvæðum. Þá er það næsti liður þessara dagskrá og það er fundagerð bæjarráðs 690. fundur frá 30. mars síðastliðnum. Og ég gef orðið laust þá fundagerð. Orðið er laust. Orðið er laust. Enginn hefur tjáð sig þessa fundagerð. Að svo stöddu þá legg ég til að við göngum til atkvæðagreiðslu. Við greiðum sérstaklega atkvæði lið 5 og 6. 5 er raforka samningur, þar sem að lagt fram samningur sem að heimila bæjarstjóra að undirrita og þessum er því samþykki vinnslaskeiðmerki, samþykkt samhliða með 7 atkvæðum og þá liður 6 sem er aðild að neðra fótboltasvæði að Hóli fyrir golfklúbb Siglufjarðar, þessum er því samþykkir vinnslaskeiðmerki, samþykkt samhliða með 7 atkvæðum. Og þá er það fundagerðin í heild sinni þessum er henni samþykki vinnslaskeiðmerki, samþykkt samhliða með 7 atkvæðum. Og þá er það næsti liður þessara dagskrár og það er fundagerð bæjarráðs 691. fundur frá 13. apríl síðastliðnum. Og ég gefi orðið laust þá fundagerð. Orðið er laust. Helgi, gjörðu svo vel. Já, forseti. Það er fyrsti liðurinn samstarfssamningur vegna hús eldri borgar í Ólafsfirði. Það er bara jákvætt að þarna er búið að komast að samkomulagi og drög að samningi liggja fyrir. Síðan var það liður 4
Íþróttamiðstöðin á Siglufirði, þar sem var verið að opna útboð og tilboðsfjárhæð 27,3 milljónir. Í þessu sambandi verður maður að velta fyrir sér þar sem að ekki eru margir mánuðir síðan að við samþykktum fjárhagsáætlun og í henni var gert ráð fyrir 15 milljónum í þetta verk við Íþróttamiðstöðin á Siglufirði. Kostnaðaráætlunin hljóði upp á 26,8 milljónir. Var þessi kostnaðaráætlun ekki klár þegar við vorum í fjárhagsáætlunargerðinni eða hvað? Það var bara í lok nóvember sko. Og þarna munar helming. Og ég velti fyrir mér sko hvort að þarna hefði verið hægt að gera eitthvað betur og vera nær sannleikanum, því að þarna þurfum við þá að koma með auka framlag á móti þessu annars ágæta verki. Ég held að hafi ekki verið 8. liður. Samstarf verkefni byggingafulltrúa. Ég held að sé bara fínt mál að við förum í þessa viðræður við Dalvíkurbyggð hugsanlega eitthvað samstarf. En kannski í þessu ljósi vill H-listinn bara enn og aftur minna á þar sem að við höfum verið að tala fyrir að kannski komið hér möguleiki á því að ef við erum að fara í eitthvað svona samstarf að það sé hægt að horfa til þess að ráða umhverfisfulltrúa í sveitarfélagið sem að hefur umhverfismál og önnur mál eins og bara sorpmálin og allt sem að snýra þeim og fleira. Þannig að kannski að hafa það svona bak við eyra þegar verður farið í þessar viðræður við Dalvíkurbyggð, hvort að þarna sé einhver flötur og einhverju slíku. Það sé full þörf á því að við þurfum að reyna að taka þennan málaflokk, umhverfismálin, fastar í tökum. Og svo kannski, ég get ekki neitt lið undir því sem ég ætla að ræða næst, að því á síðasta bæjarstjórnarfundi, þá kom upp mál þar sem að bæjarfulltrúar gátu ekki tekið afstöðu til vegna þess að þau hefðu ekki getað kynnt sér málin. Nú er það svo, og það hefur vikist lengi, að fundargerðir bæjarráðs sem eru ekki nema rétt rúmlega sólarhringsgamlar eru teknar fyrir á bæjarstjórnarfundi. Og öll vitum við að reglurnar eru að fundarboð þarf að berast með 2 sólarhringa fyrirvara og það stendur alltaf, það er alveg uppfyllt. En ég velti fyrir mér hvort að við séum á gráu svæði með það að bæjarráðs fundargerð sem er rétt sólarhringsgömul, hvort að hún sé tæk undir bæjarstjórn deginum eftir, nema þá að það sé óska eftir að taka hana formlega á dagskrá. Eða þá hin leiðin að færa bæjarstjórnarfundi til fimmtudags. Ég held að þetta sé eitthvað sem kannski vert væri að skoða, hvort að við séum að fara rétt að, því að ekki viljum við lenda í því að kannski einhverjar samþykktir séu ekki löglegar vegna þess að ekki var rétt staðið af málinu. Þannig ég held að koma svo framfæri hér. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Með leyfi varaforseta þá ætla ég að taka til máls varðandi fyrirkomulag bæjarstjórnarfunda og fundagerðir. Og þetta er alveg réttilega lagt fram hjá þér að þetta er eitthvað sem við þurfum að endurskoða og það er þá spurning hvort að það væri þá að bæjarstjórnarfundur myndi færast 1 dag eða hvort að bæjarráð myndi fara
fram í dag. Og þetta bara eitthvað svona umræða sem eftir að eiga sér stað, en bara mjög gott að fá þetta fram. Þannig að takk fyrir það og forseti tekur aftur fundarstjórn. Orðið laust ef fleiri vilja tjá sig þessa fundargerð. Orðið laust. Jón Valgeir, gjörðu svo vel. Við mig? Já. Orðið laust. Ef fleiri vilja tjá sig. Ef ekki, þá legg ég til að ég göngu til atkvæðagreiðslu. Já, afsakið þetta. Það alltaf svona í beinni útsendingu, sko. Það er ekki pró, sko. Já, við skulum ganga það til atkvæðagreiðslu ef ekki fleiri vilja tjá sig þessa fundargerð. Við greiðum sérstaklega atkvæði lið 1 sem þá samstarfssamningur vegna hús eldri borgara í Ólafsfirði og þeir sem því samþykki vinnslaskemerki, samþykkt samhliða með 7 atkvæðum og liður 4 sem íþróttamiðstöðin á Siglufirði, aðstaða fyrir fatlaða. Jón Valgeir ætlar að víkja að fundi undir þessum lið. Þeir sem honum samþykki vinnslaskemerki, samþykkt samhljóða með 6 atkvæðum og þá 5. liður bætt framsetning rekstrarupplýsinga. Þeir sem því samþykki vinnslaskemerki, samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum og þá að fundargerðin í heild sinni þeir sem henni samþykki vinnslaskemerki, samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Og ég ítreka enn og aftur fyrir þá sem að horfa í beinni útsendingu að alla fundargerðir og dagskrá hægt að finna á heimasíðu Fjallabyggðar og undir bara á heimasíðu á forsíðunni hlekkur sem stendur fundargerðir. Og einnig í fréttunum held ég frétt númer 2 fundar dagskráin. Þannig að endilega skoða þarna. Þá það næsti liður þessara dagskrá og það fundargerð 17. fundar stýrihóps heilsueflandi samfélags og orðið laust þá fundargerð. Orðið laust. Enginn hefur tjáð sig þessa fundargerð því legg ég til að við göngum til atkvæðagreiðslu þeir sem henni samþykki vinnslaskemerki, samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá það næst fundargerð 27. fundar stjórnar Hornbrekku frá 19. mars síðastliðnum og orðið laust þá fundargerð. Orðið laust. Enginn hefur tjáð sig þessa fundargerð því legg ég til að við göngum til atkvæðagreiðslu. Þeir sem henni samþykki vinnslaskemerki, samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum.
Og þá það næst fundagerð Hornbrekku frá 9. apríl, 27. fundur og orðið laust fyrir fundamenn að tjá sig þá fundagerð. Orðið laust. Enginn hefur tjáð sig þessa fundagerð, þá legg ég til að við göngum til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykki vinsælskemerki, samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Og þá það 7. lið þessa dagskrá sem fundagerð 27. fundar ungmennaráðs Fjallabyggðar frá 25. mars síðastliðnum. Orðið laust. Enginn hefur tjáð sig þessa fundagerð og þá legg ég til að við göngum til atkvæðagreiðslu. Þeir sem henni samþykki vinsælskemerki, samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Og þá það næst 8. lið þessa dagskrá sem fundagerð 25. fundar skólanefndar tónlistarskólans á Tröllaskaga frá 27. mars síðastliðnum. Og orðið laust. Enginn hefur tjáð sig þessa fundagerð, þá legg ég til að við göngum til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykki vinsælskemerki, samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Næst það 9. lið þessara dagskrá sem fundagerð fundarskipulags- og umhverfisnefndar frá 7. apríl 267. fundur og orðið laust. Með leyfi varaforseta þá ætla ég að leggja fram tillögu fyrir fundinn varðandi 15. lið þessarar fundagerðar lausagöngu katta. Bæjarstjórn samþykkir að fela tæknideild að kynna núverandi samþykkt kattarhald fyrir kattareigundum í Fjallabyggð og öðrum íbúum sveitarfélagsins. Sérstök áhersla skal lögð á að kynna þær greinar samþykktar sem að snúa að lausagöngu á varptíma, skilyrðum leyfis fyrir kattarhaldi og viðurlögum sem í samþykktinni eru. Einnig tæknideild falið að koma á skilvirku ferli varðar tilkynningar ónæði af köttum og halda utan tölfræði vegna þeirra tilkynninga. Að síðustu felur bæjarstjórn tæknideild að vinna tillögu að endurskoðun á samþykkt kattarhald og leggja fyrir bæjarráð eigi síðar en 1. nóvember 2021. Tillagan skal unnin í nánu samstarfi við skipulags- og umhverfisnefnd og byggð á reynslu af kynningu á núverandi samþykkt og tölfræði sem afla verður í sumar. Forseti tekur aftur fundarstjórn og ég ætla að fyrst gefa orðið laust þessa tillögu. Já, ég sá það mitt líka, en þetta öðruvísi í útsendi dagskrá, þá að því þetta, hann líka seinni, þetta fundagerð náttúrulega deginum á undan. Þetta hefur bara farið eitthvað vitlaust inn í kerfið, sko. En það þessi fundagerð
hún á að vera frá 7. apríl, hún á að vera tekin á undan, hún er, hvað segir maður, yngri. Þannig að já, en já, ég gef orðalaust þessa tillögu, breytingatillögu. Orðið er laust. Hvað sagðirðu? Já, gjörðu svo vel. Ég kannski lesi þetta aftur upp fyrir þá sem að kannski að fylgjast með í fjarfundi. Tillagan hljóðar svohljóðandi. Bæjarstjórn samþykkir að fela tæknideild að kynna núverandi samþykkt kattarhald fyrir kattareigendum í Fjallabyggð og öðrum íbúum sveitarfélagsins. Sérstök áhersla skal lögð á að kynna þær greinar samþykktar sem að snúa að lausagöngu á varptíma, skilyrðum leyfis fyrir kattarhaldi og viðurlögum sem í samþykktinni eru. Einnig er tæknideild falið að koma á skilvirku ferli varða tilkynningar ónæði af köttum og halda utan tölfræði vegna þeirra tilkynninga. Að síðustu felur bæjarstjórn tæknideild að vinna tillögu að endurskoðun á samþykkt kattarhald og leggja fyrir bæjarráð eigi síðar en 1. nóvember 2021. Tillagan skal unnin í nánu samstarfi við skipulags- og umhverfisnefnd og byggð á reynslu af kynningu á núverandi samþykkt og tölfræði sem afla verður í sumar. Ég legg að fundamönnum bara aðeins tíma til að ná þessu og og líka ef einhver vill fá tækifæri til að tjá sig þessa tillögu. Orðið er laust. Það sem enginn hefur tjáð sig, þá legg ég til að við göngum til atkvæðagreiðslu þennan lið, þessa breytingatillögu á þessum 15. lið dagskrárinnar, fundargerðarinnar lausagöngu katta. Þeir sem eru henni samþykkir vinnsla skefmerki. Ég sá ekki alveg getið haldið höndunum svo ég geti sé. Ok, samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Ítreka ef að orðið er laust aðra liði þessara fundargerðar, ef að fundamenn vilja tjá sig hana áður en við göngum til atkvæðagreiðslu fundargerðina. Helgi, hvað svo? Já, forseti. Mér langar fyrst að byrja að ræða aðeins 3. liðinn, umhverfisverkefnin. Ég hef mjög mikið dálæti á þeim og en því miður eins og ég kannski áður sagt í pontu að og kemur kannski fram í að því að nú það ekki búið að kostnaðarmeta allar þær hugmyndir sem við vorum með en nokkrar komnar og ljóst að þessi peningur 10 milljónir það verður svona kannski erfiðara að því að þetta svo lítill peningur, það verður bara
mjög erfitt að velja verkefni sem eiga að fá þá forgöngu á þessu ári og það bara ein lausn á því segi ég, það bara að það verið auki við það fjármagn í þennan lið því að þetta eru allt saman frábær verkefni og sem við getum verið stolt af ef að þau nást að klárast og koma þeim á koppinn í sumar. Þannig að ég hvet bæjarráð til þess að kanna það hvort ekki séu til einhverja krónur til viðbótar í þennan lið svo að sé hægt að gera þetta með myndarskap. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Ég ítreka aftur að orðið laust þessa fundargerð. Ef ekki, þá legg ég til að við göngum til atkvæðagreiðslu. Já, fyrirgefðu. Já, gjörðu svo vel. Ég er svo lengi að fletta, hún er eitthvað svo treg talvað mín. En það er 14. liðurinn. Ég bara með við tillöguna hjá Hálistanum þá er þetta eiginlega bara mjög gleðilegt að sjá þetta detta inn á þennan fund og því við vorum búin að koma með tillögum sem var í þessa átt þannig að það er ekkert nema bara gott þetta að segja. Endurbæt frá Ólafsvegi 4 og vonandi verði horft til þess að nýta húsið miða við stöðuna í dag og að þarna verði þá góð aðstæð fyrir náttúrulega bókasafnið okkar, móttöku gesta og starfsaðstöðu fyrir starfsfólk sveitarfélagsins, ekki síður. Þannig að þetta er bara mjög jákvætt ef væri nú hægt að vinna þessu og taka þetta síðan upp við gerð fjárhagsáætlunar í haust. Og síðan kannski 16. liðurinn, það er rafhlaupa hjólaleiga í Fjallabyggð. Við frestuðum afgreiðslu á þessu máli. Við þurfum kannski líka að þegar við erum að taka svona erindi inn, þetta var náttúrulega búið að koma fyrir í bæjarráði og sem vísa þessu til nefndarinnar að ef að hlutin er eitthvað óljósir að þá sé reynt að vera búið að finna þá punkta þegar kemur að fundi því að nú er þetta búið að veltast hjá okkur í mánuð og hefði kannski verið hægt að hraða afgreiðslu eða vera með hraðari afgreiðslu á þessu þanniglega einfalda erindi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Og ég ítreka aftur að það er enn tími til að tjá sig þessa fundargerð. Þangað til við göngum til atkvæðagreiðslu. Ef fleiri fundarmenn vilja tjá sig. Ekki hafa fleiri óskað eftir orðinu, þá legg ég til að við göngum til atkvæðagreiðslu. Ég ætla að taka sérstaklega fyrir annað mál og það er umsókn og leyfi fyrir gróðurhúsi. Þessum er því samþykki vinnsla skemerki.
Samþykkt samhliða með 7 atkvæðum og þá er að fundargerðin í heild sinni þeir sem enn samþykki vinstra skeiðamerki samþykkt samhliða með 7 atkvæðum. Og þá er það næst fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 9. apríl sem var vinnufundur nefndarinnar endurskoðun á aðalskipulagi Fjallabyggðar. Við munum ekki staðfesta þessa fundargerð þar sem þetta verður tekið fyrir sér máli númer 13 í 13. lið. Þannig við hlaupum við það. Þá er það fundargerð 74. fundar markas- og menningarnefndar frá 8. apríl og ég gef orðið laust þá fundargerð. Helgi, gjörðu svo vel. Forseti, mig langar að koma inn á 4. liðinn trilludagar. Ég velti því fyrir mér hvort að nefndin sé að taka þessa ákvörðun óþarflega snemma. Núna lá fyrir og kannski liggur fyrir núna, það er búið að létta aðeins varðandi COVID og auðvitað vitum við ekki alveg hvernig málið þróast, það veit bara ekki nokkur maður. En hefði ekki verið hægt að halda svona þessu aðeins áfram til streitu og þetta yrði þá bara slegið af ef að, sem að maður náttúrulega vonar ekki, ef að aðstæður verða þannig í sumar, en við erum náttúrulega bara bjartsýn á að þær verði bara ekki og því að það er dálítið erfitt ætla kannski að taka þetta upp aftur og síðan er liðurinn á undan er 17. júní júní kemur á undan júlí og hvað með 17. júní erum við ekki kannski komin aðeins fram úr okkur? Hefði ekki mátt aðeins staldra þarna við áður en við förum að slá af eitthvað sem getur skapað sveitarfélaginu að fá fólk í bæinn og annað slíkt í sumar. Ég velti fyrir mér hvort að það ætti að vísa þessu aftur bara til nefndarinnar, að endurskoða þetta mál og kannski að fá umræðu þetta hér. Takk fyrir. Já, takk fyrir það, Helgi. Orðið er laust fyrir þá sem er að tjá sig líka þessa fundargerð. Já, Elías, gjörðu svo vel. Forseti, kjörni fulltrúar og starfsmaður, bara rétt til að fara yfir trilludaga þá ákvörðun að það var, nú segi ég ykkur eins og ég skil það, af því ég óskaði smá skýring á þessu, þetta náttúrulega hefur verið töluvert stór hátíð og hún byggist upp á annars vegar töluverðum undirbúningi og hins vegar eru mjög margir snertifletir og mikil þétting á fólki þegar hún er haldin. Og eins og ég skil það þá snýr þetta að því að það að fara í þann mikla undirbúning sem að þessu fylgir miðað við það sem að við þó teljum eða þau töldu og við teljum að sé framundan, að þá hafi það ekki verið talið verjanlegt. Við erum náttúrulega líka að sjá að óvissan er svo mikil í öllu svona hátíðahaldi, þannig að ég held að ég nú eiginlega taki undir þessa ákvörðun nefndarinnar að þetta sé ekki, að það sé rétt ákvörðun hjá nefndinni að sleppa þessu núna, en á sama tíma telja sér mikið atriði að menn stefni að þessu síðan að ári. Takk.
Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Fleiri vil tjá sem þessa fundagerð. Helgi, gjörðu svo vel. Forseti, ég ger mér alveg fulla grein fyrir því að það þarf náttúrulega að hafa tíma til að undirbúa svona hátíðir og það þarf að bóka allt út og söður sko en núna í apríl, það er 14. apríl í dag og við erum að tala júlí. Svei mér þá, ég held að hljóti að vera hægt að halda þessu allan að lifandi eitthvað lengur að við séum ekki að slá þetta af það verður þá bara að minnka hana sem því nemur ef þess þarf en ég er aðallega að tala um þetta að út af því að tími hljótur að líða en þetta samt dálítið svona inn í sumarið þessi hátíð en ég bara var mjög hissa að sjá þetta hjá nefndinni. Takk. Takk fyrir þetta. Helga, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, varðandi lið 4 og trilludaga og þá eins og Elías kom inn á áðan þá öflugum við aðeins upplýsinga þetta og þetta snýst aðalega þetta gríðarlega mikla skipulag sem í kringum þessa hátíð og ætti eiginlega að vera hafið ef hún yrði að öllu óbreyttu. Og þessar snertifleti. Mér skilst að þeir sem koma að og hafa verið fengnir til að vinna með á þessari hátíð, þeir koma bara allstaðar að og það er bara mikil þjöppun á fólki. Og ég held sko að nefndin hafi tekið bara rétt ákvörðun þarna og það sé bara rétt að slá þessari hátíð af í ár en vonandi getum við svo fagnað trillidögum á ári. Og varðandi 17. júní þá það þannig að það er miklu minna skipulag þar og það er hægt að slá og ákveða að slá henni af seinna en það var líka verið að tala að þá geti kannski verið hægt að setja upp eitthvað bara fyrir börn þó það væri ekki annað en það. En þetta eru þær upplýsingar sem við fengum. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja tjá sig þessa fundagerð áður en við göngum til atkvæðagreiðslu. Gunnar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, starfsmenn og gestir. Ég reyndar að hluta til geti tekið undir með Helga. Þú veist, það enn sem komið það bara apríl og þetta í júlí. Þrátt fyrir þessi mikil, ég skil öll rök fyrir því, en á saman tíma erum við líka öll kósett við að reyna að lifa lífinu og þannig ég tek undir með Helga, ég var svolítið hissa því ég sá að það væri búið að slá þetta af núna í apríl, að því að við höfum oft farið nær viðburðum og slegið af þá, þannig að mánuður í viðbót, er það eitthvað sem maður skiptir öllu? Ég bara spyr. Takk. Takk fyrir þetta. Skildi ég þér rétt, Helgi, að þú ætlar að leggja fram tillögu, þá breytingatillögu. Var það meiningin? Já, Jón Valgeir. Jón Valgeir, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, starfsmenn og gestir. Það er varðandi þennan lið 4 að ég velti einnig fyrir mig hvort að við séum að taka þessu ákvörðun of snemma. Hvort að væri hægt að fara þá í að ræða við hagsmunaaðila og þá sem að standa að þessari skipulagningu og vera að plana þessa hátíð og finna dagsetningu með þeim það hvenar og hvort við sláum þessa hátíð af. Takk fyrir þetta. Enn sem komið eru bara umræðurinn þennan lið. Það er ekki komið fram neinn breytingartillaga. Þannig að ef að einhver vill leggja fram breytingartillögu þennan lið, þá er það alveg komið núna áður en við göngum til atkvæðagreiðslu. Helgi? Já, búin til þess að, já. Já. Ok. Já, ég má líka ekki þessu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, starfsmenn og gestir. Ég ætla að leggja fram breytingartillögu við lið 4 á þá leið að það sem ég talaði áðan að við förum og höfum samband við hagsmunaaðila og skipuleggjendur, helstu skipuleggjendur hátíðarinnar og finnum dagsetningu það hvort við frestum henni og þá hvenær við frestum henni. Eða aflýsum henni rétt þess að frestum henni ekki heldur aflýsum henni. Hvaða dagsetning er lokadagsetning í að við aflýsum hátíðinni eða ekki? Og við vísum þessu aftur til afgreiðslunefndar. Takk fyrir þetta. Þannig að ef við skildi rétt þá var tillagan á þá leið að vísa málinu eftir til nefndarinnar með það í huga að heyra í hagsmunaaðilum upp á rauninni hver væri svona lokafresturinn upp á að já. Eftir fundarhlé. Já. Herðu, það verður fundarhlé.
Fundur hefst að nýju. Bæjarfulltrúar tóku sér smá fundarhlé til að ræða breytingatillögu varðandi lið 4 í fundagerð markaðs- og menningarnefndar og þar ætlar Jón Valgeir að leggja fram eftirfarandi breytingatillögu að bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu til bæjarráðs með það í huga að bæjarráð skoði hvort mögulegt sé að halda hátíðina til dæmis síðar í sumar. Þannig að við lokum ekki á það að útilokum að hægt sé að halda trilludaga. Þeir sem eru þessu samþykkir vinnsla skrifa merki samt samhljóða með 7 atkvæðum. Orðið enn laust þessa fundagerð ef fleiri bæjarfulltrúar vilja tjá sig þessa fundagerð áður en við göngum til atkvæðagreiðslu, þá tækifæri núna. Ef ekki, þá göngum við til atkvæðagreiðslu og við greiðum atkvæði fundagerðin í heild sinni. Þeir sem eru henni samþykkir vinnsla skrifa merki samt samhljóða með 7 atkvæðum. Næst það 12. liður þessar dagskrá sem stytting vinnuvikunar. Það lagt fram minnisblað deildarstjóra stjórnsýslu og fjármála frá 12. apríl varðandi styttingu vinnuvikunar hjá dagvinnufólki og það einnig lagðar fram tölvupóst forstöðumanna sem bárust eftir framleggingu minnisblaðsins. Í framlegum gögnum kemur fram að allar stofnanir vilja halda óbreyttu fyrirkomulagi eins og samþykkt var á bæjarstjórnarfundi 15. janúar síðastliðinn. Grunnskóli Fjallabyggðar óskar eftir að vinnufyrirkomulag starfsmanna grunnskólans verði tekið aftur upp í ágúst og að núverandi fyrirkomulag gildi til 1. ágúst. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Áður en ég geri það þá ætla ég að leggja fram tillögu að afgreiðslu. Hún eftirfarandi að bæjarstjórn samþykkir óbreytt fyrirkomulag vegna styttingu vinnuvikunar hjá dagvinnufólki hjá öllum stofnunum sveitarfélagsins ásamt að vinnufyrirkomulag starfsmanna grunnskólans gildi til 1. ágúst í samræmi við ósk grunnskólans þar Og ég gef orðið laust þetta áður en við göngum til atkvæðagreiðslu. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru þessu samþykki vinnsla skrifa merki samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Og þá það 13. liður þessara dagskrá sem endurskoðun aðalskipulags Fjallabyggðar frá 2008 til 2028 og það lögð fram uppfærð tillaga á aðalskipulagi Fjallabyggðar eftir yfirferð skipulags- og umhverfisnefndar á fundi sínu 9. apríl og lagði nefndin til við bæjarstjórn að tillagan yrði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga frá 123 frá 2010. Og orðið laust. Orðið laust. Svo sem búið að fjalla þetta vel í nefndinni, halda þó nokkra fundi. Ég legg til að við göngum til atkvæðagreiðslu þennan lið. Þeir sem eru honum samþykki vinnsla skrifa merki, samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Og þá það 14. liður þessa dagskrá og það deiliskipulag hafnar- og athafnasvæðis í Ólafsfirði og það lögð fram skipulagslýsing vegna vinnu við deiliskipulag hafnar- og athafnasvæðis Ólafsfirði. Og fundamenn geta tjáð sig þessa fundagerð. Tómas, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, starfsmaður og áhorfendur. Hér til umfjöllunar deiluskipulag hafnarsvæðisins í Ólafsfirði. Hafnarstjórn ákvað að vinna deiluskipulag á hafnarsvæðinu og aðliggjandi athafnasvæðum og markmiðið með þessari vinnu er margþætt en helst má telja að draga fram sýn nefndarmanna framtíðar hlutverk þessa mannvirkis sem muna má Fífilsinn fegurri sem fiskiskipahöfn. Bæta öryggi og aðgengi hafnarsvæði, til dæmis með göngustígum og betur skilgreindum akstursleiðum. Einnig mikilvægt að halda í söguna uppbyggingu þessa mannvirkis og þá elju sem menn sýndu við uppbyggingu hafnarinnar. Mikilvægt líka að gera sögu útgerðar skil á hafnarsvæðinu. Það von mín að þessi vinna skil okkur hafnarsvæði sem dregur til sín bæði heimamenn, ferðamenn og aukinn umsvif á svæðinu. Vilji minn einnig sá að í kjölfar þessara vinnu, sem við erum að ljúka hérna núna, sem hér kynnt, að farið verði í deiluskipulagningu á hafnarsvæðinu í Siglufirði. Þar verkefni stærra í sniðum og starfsemi á hafnarsvæðinu meiri. Legg ég því til að þessi tillaga verði samþykkt og skipulagsdrögin verði kynnt bæjarbúum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Tómas. Eru fleiri fundamenn sem vilja tjá sig þennan lið? Þess að skilja merki það. Ef ekki, þá legg ég til við göngum til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru því samþykki vinnsla skilja merki. Samþykkt samhliða með 7 atkvæðum. Og þá það 15. liður og síðasti liður þessar dagskrá. Og það eru siðareglur kjörinna bæjarfulltrúa og stjórnandi á Fjallabyggð. Og þar eru lögð fram drög að endurskoðun siðareglum kjörinna fulltrúa í Fjallabyggð. Og framlögð drög að siðareglum eru afurð vinnu kjörinna fulltrúa undanfarna vikum. Það vegferð sem við hófum núna í byrjun mars og liggja þó nokkru klukkutíma þarna bakvið og hérna fengum við heimspekiprófessor frá Háskólanum á Akureyri, Hans Sigurð, já, Elías, hvað svona er Sigurður? Sigurður? Kristinsson? Já, afsakið, já, gott að vera með fullt nafn, þannig að það er lögð drög að þessu endurskoðunarreglu. Það var farið í gagngera endurskoðun á þessum reglum. En ég gef orðið laust þennan lið ef fundamenn vilja tjá sig frekar það. Okkur breytinga ekki á bókunni ekki? Já, eftirfarandi tillaga lögð fram að bókun að bæjarstjórn samþykki að fela stjórnsýslu Fjallabyggðar að kynna samþykkta siðareglu fyrir fulltrúum í nefndum og ráðum ásamt því að birta siðareglunar á heimasíðu sveitarfélagsins. Þá samþykki bæjarstjórn einnig framlagða siðareglur og hjörni fulltrúar munu undirrita þær að fundi loknum. Ég gef orðið laust áður en við göngum til atkvæðagreiðslu ef einhver vill tjá sig það. Gunnar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, starfsmenn og gestir. Þetta var skemmtileg vinna og gaman að velta upp
hinum ýmsum málum og setja í samhengi við svona, umræðuna sem var. En það sem er nýtt í þessu, það er það að siðaregluna sem við vorum með, það í raun og veru voru svona meira stílar að bæja fulltrúum, en þarna er náttúrulega búið að bæta inn í að þetta ái bara alla aðra sem eru kjörni sem eru til setu í nefndum og ráðum Fjallabyggðar. Það er nýtt. Þannig að í raun og veru þá náðum við að útvíkka út í nefndirnar sem var ekki, og það var bara gleðilegt. En ég vil bara þakka ykkur fyrir skemmtilegar umræður sem sköpuðust á þessum fundum, og það var mjög, Sigurður leiddi þetta námskeið mjög vel, þannig að þetta var bara mjög skemmtilegt. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri bæjarfulltrúar vilja tjá sig þennan lið, þá endilega gefum merki. Annars legg ég til, regluna verða sér náttúrulega undir málinu þegar fundagerðin verður birt, og verður á aðgengilega heimasíðu sveitarfélagsins, þannig að allir geta kynnt sér það. En ég legg til að við göngum til atkvæðagreiðslu siðareglur bæjarfulltrúa í Fjallabyggð. Þeir sem eru því samþykki vinstlaskemerki, samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá erum við komin að lokum þessa dagskrá. Tökum fundarhlé til að skrifa undir fundagerðina og ítreka enn og aftur að alla fundagerðir eru aðgengilegar inn á heimasíðu sveitarfélagsins og þannig að þetta nálgast það. Fundur er settur aftur. Við ætlum að slíta fundi og þakka fyrir áhorfið. Þetta er náttúrulega fyrsti fundurinn sem við erum í beinni útsendingu í mynd og það er alltaf reynsla út af fyrir sig og við munum leið og við munum fá frekari græjur til að fara í þá vinnu og þá munum við vera framvegis með í beinni dagskrá. Þannig að bara kæra þakki fyrir áhorfið og fundi er slitið.